Það fór fram harðræðisrannsókn á sínum tíma. Já, en sko, hún var kattarþvottur. Það var ekki rætt við, til dæmis þann fangavörð sem að sko mestu menntunina hafði í Síðumúlafangelsinu og hafði hérna orðið vitni að þarna óskaplegum hlutum, það var ekki rætt við hann í harðræðisrannsókninni. Þannig að þarna voru líka sko aðilar sem að voru inni, sko, það var hérna aðstoða saksóknarinn sem hann var í raun og veru að rannsaka yfirmann. Menn hafa verið að rannsaka sjálfa sig. Já, það var þannig. Sigursteinn, þú ert nú að gera, sko, eins og ég segi, þú verðist hafa mjög svona selektíft hérna memory, sko. Þessi harðræðisrannsókn var nú býsna, sko, ítaleg. Það gerist náttúrulega í þessu máli eins og öllum öðrum að löngu eftir allt gargengið, þá að dúkka upp menn sem segjast hafa verið hér og verið þar og einhver fangaverðir sem að voru þarna kannski í afleysingum segjast hafa verið að taka þátt í yfirheyrslum. Þetta náttúrulega tóma dell og vitleysa, sko. Nei, það engin della vegna þess að það kemur fram í dagbókum Síðumúlafangelsisins sem líka nýgögn í málinu. Það fullt af nýjum gögnum í þessu máli sem komið fram þarna á sínum tíma. Nú höfum við dagbækur Tryggva Rúna sem púsli í þessa heildarmynd sem sýnir það hversu þetta var svakalegt. Þannig að sko í dagbók Síðumúlafangelsisins það kemur mjög skýrt fram að fangaverðirnir þeir líta á sig í því hlutverki að þeir séu að vinna mjög náið með rannsóknarmönnum í því að sko kalla fram upplýsingar og fá fram upplýsingar og afstaða þeirra til fangana kemur þar mjög skýrt fram. Það kemur þar mjög skýrt fram líka að það verið að beita pyndingum í fangelsunum. Reglulega var verið að nota fótajárn og handjárn. Menn voru strekktir. Akkur heldur það verið? Akkur var sæfari í fótajárn og handjárn? Fótajárnum í 2 vikur samfleytt af því að var hætt á að hann myndi hlaupa út? Nei, hvers vegna þá? Getur þú sagt okkur það? Já, ég get örugglega sagt okkur það. Mér finnst bara ekki viðeigandi að tala um það í sjónvarpinu. Akkur ekki? En þetta skiptir ekki máli. Harðræði sem skiptir máli. Fótajárn og handjárn og menn strekkti á milli hérna. Það búið að gera í tugum mála síðan, sko. Og það alltaf ástæðu fyrir því. Þá kannski þurfum að taka ýmis en náttúrulega vandamálið í þessu er það að menn skulu vera, og þágildandi reglur voru, að menn gáttu verið hér í gæsluvarðhaldi mánuðum og árum saman. Og menn voru það líka ansi lengi eftir þetta mál í öðrum málum. Nú er búið að takmarka þetta. Og sem var vel. Og ég hef aldrei verið talsmaður þess að menn setja hér í gæsluvarðhaldi endalaust. Þó þessi umræða hafi nú komið upp í kringum hruni, eða allir ættu að fara bara í gæsluvarðhald strax, vitandi það að málin tækju mörg ári rannsókn. Hvað hefði gerst þá? Það var nú ekki gert. Nei, auðvitað var það ekki gert. En það var krafan, af því að Sigursteinn talaði kröfun í samfélaginu. Krafan. Hver er krafan? Er krafan kannski bara nokkur að hávara manna? Er hún almenn? Ég er ekkert viss um það. Og menn skulle velta því fyrir sér. Já, það er nú alls konar fólk að spretta fram sem að tala fyrir þjóðina. Já. Það er ekki skortur á þeim í dag. Gallup-skoðanakönnunum og bara fyrir 14 árum sem að taldi að rangir dómar hefur verið felldir. Mér langar svolítið að tala um aðra hluti. Það er hérna ráðning Páls Magnússonar sem er búin að vera svona stórmál í þessari viku. Þannig þessi maður ráðinn inn í Bankasýslu ríkisins. Það er ýmsir sem að tala fyrir þann þjóðarinnar sem hafa lýst hérna vanþóknun sinni á þessu. Þóra Kristín. Hvað finnst þér þetta mál? Ég hef mikla vanþóknun á þessu. Ég tala ekki fyrir hönd þjóðarinnar, en ég hef mikla óbeit á því að það sé gengið fram af réttlætiskennd fólks með þessum hætti. Að það sé beinlínis, það teljist Páli Magnússyni til tekna og komi í staðinn fyrir gröfur sérþekkingu á bankamálum hafa verið aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur í tíð einkavæðinga bankana og ég minni á að Páll Magnússon var nú líka stjórnarformaður Landsvirkjunar og Valgerður var nú líka iðnaðarráðherra. Sjálfsagt hefur reynslan sem pólitískur aðstoðarmaður iðnaðarráðherra á þeim tíma sem að Kárahnjúkavirkjun var leyft af stokkunum vegið þar þungt. Þetta er bara andstyggilegt. Já. En hins vegar er þetta mjög flókið mál vegna þess að... Hann var alltaf mikla reynslu á stjórnsýslu þessi maður. Já, það eru gerðar ákveðnar kröfur hæfni í lögum bankasýsluna og það virðist vera sem að það sé farið mjög frjálslega með þær þegar að þessum umsækjanda kemur. En nú gerist þetta í skjóli ráðherra sem er bara úr VG? Já, þetta gerist í rauninni í að ráðherrann skipar þessa stjórn bankasýslunnar sem að sýnir af sér þennan dómgreindarskort. En það er ekki Steingrímur J. Sigfússon sem að ræður Pál Magnússon hins vegar. Það er stjórnin sem gerir það. Og þetta gerist í mjög flóknu andrúmslofti vegna þess að annars vegar er fólk að krefjast þess og
bæði stjórnmálamenn og almenningur að krefjast þess að stjórnmálamenn hafi engin afskipti af bönkunum, hafi engin afskipti af bankasýslunni, að það sé allt fullkomlega faglegt. Og hins vegar verið að krefjast þess að það sé gripið fram fyrir hendurna til að mynda þessari stjórn og Páll Magnússon settur af vegna þess að henni hafi orðið fótaskortur. Þetta mjög flókin staða. En sko, ég veit ekki hvernig menn geta í rauninni klórað sig út úr þessu. En mér finnst alveg ljóst að þeir verða að reyna það. Og þetta er mjög óþolandi í rauninni að við skulum sitja uppi á Íslandi í dag eftir allt sem að á undan gengið með þá stöðu að hrunvaldarnir, eða ég ætla nú ekki að ganga svo langt að kalla Pál Magnússon hrunvald, þótt hann hafi verið aðstoðarmaður ráðherra, en hans í rauninni reynsla snýra því að hafa verið í tengslum við þá sem að okkur ljóst í dag að gerðu mistök, og ef að sú reynsla nóg til þess að þeir geti haldið áfram og verið teknir fram yfir aðra, þá eitthvað að. Ómar? Já, ég eiginlega skil ekkert í þessu, sko. Ég hefði haldið að það væru örugglega til einhverju menn sem hefðu verið lengur í bankabransa og fjármálum og svona heldur en sá sem að valinn var. Ekki að vera að rannsaka þá alla Brynjar? En það má, sko, rúklum vona maður vaks í starfi og kannski hefur bara stjórn bankasýslunnar rétt fyrir sig. Ég menna, kannski reynist þetta verða hinn, sko, pottþéttur maður. Þú ert að verða íhaldssamur í seinni tíð, Ómar. Já, það var allir að fá sinn séns. Það sem ég kannski velta fyrir mér í þessu aðalega, sko, af hverju var þessi bankasýsla stofnuð? Af hverju var þetta ekki bara 2 skrifstofur inn í fjármálaráðuneytinu? En sko, menn verða líka athuga í þessu sambandi, sko, hvert starfsvið þessa bankasýslu? Þetta að hafa, sko, umsjón með eignarhlut ríkisins í bönkunum. Við þurfum ekki vanan bankarekstrarmann eða eitthvað slíkt. Þó að segi í lögunum að þau hafa eitthvað sérþekkingu í banka og fjármálum. Hvað þýðir það að hafa sérþekkingu í því? Auðvitað eru bara önnur atriði sem vega þyngra. Það er stjórnun, reynslu á stjórnsýslu og reka ríkisstofnun. Þetta er ríkisstofnun. Og getur ekki bara vel verið að Páll hafi bara verið hæfast fyrir því. Kæmur ekki óvart. Frekar einhver rekstrarmaður í bankanum sem vann 30 í bankanum og sá ekki neitt hvað gerðist. Ég man nú umræðurnar, Brynjar, þegar að umræðurnar það inn á þingi hvað það væri nauðsynlegt að stjórnmálamenn kæmu hvergi með klærnar í neitt sem að snerti bankana, og það í því andrúmslofti sem að bankasýsla ríkisins var stofnuð til þess að halda stjórnmálamönnum áhrifum þeirra frá. Já, ég meina hann ekki stjórnmálamaður í þeim skilningi, hann ekki bara, hann var aðstoðarmaður. Nei, ég að tala Steingrími og þú ert að segja að þetta heima í fjármálaráðuneytinu. Hann ber ábyrgð á málum. Hvað finnst þér svona andrúmslofti sem í stjórnmálum þess dag? Mér finnst sko það dapurlegast í varðandi stjórnmálum í dag, það sko að mér finnst hrópandi skortur á svona einhverju framtíðarsýn, stefnumörkun til framtíðar. Mér finnst það snúast allt það einhvern veginn að menn alltaf að bjarga öll í horn. Og svo, íslenskt samfélag hefur bara einkennst af þessu, sko. Við alltaf einhvern veginn að slökkva elda og hugsa bara sko nokkur skref fram í tíman. Og við aldrei einhvern veginn að komast á það stig að sjá fyrir okkur sko fram í tíman. Nú snýst þetta eins og varðandi þessa bankasýslu. Ég hef enga skoðun á þessum blessaða manni, ég veit ekkert hann, og þetta hans bakgrunnur þarna varðandi það að hafa verið aðstoðarmaður ráðherra í einkavæðingu óheppilegur. En sko vinstristjórnin sem að í dag, hún á fullu í því bara að raun og veru að byggja upp og viðhalda því fjármálafyrirkomulagi sem að náttúrulega löngu séð og blasir við út allan heim, að bara ekki gangu upp. Og manni virðist ekki að það sé verið að vinna almennilega að einhverju sko svona stefnumörkun til framtíðar það bara hvernig sjáum við þetta fyrir okkur næstu 5 árin, eða næstu 10 árin, 15 árin. Við vorum áðan að tala það sko sem við vorum að gera hér heimildaþættirnir og endurupptökukrafan sko fyrir 14 árum síðan. Mér finnst það hafi verið bara fyrir 2-3 árum síðan. Þetta svo fljótt að líða og ég held að menn svona sé alltaf að fljóta sofandi að feigðarósi og það sé að gerast núna. Já. Það snúna náttúrulega eins og Þóra Kristín að lýsa sko. Pólitíkusarnir ekki koma nálægt þessu, en svo leið og þjóðinni misboðið, þá heimtað að þeir grípi til sko. Já, án þess að grípa til líka. Þetta náttúrulega, þú veist, Ráðherra ber ábyrgð á þessum málaflokki og hvað alltaf var að koma stjórnmálamönnum út úr öllu.
þeir eiga að ráða þessu sem bera ábyrgðina. Ég hef aldrei skilið þessi fræði það að stjórnmálamenn einhvern veginn bara ekki vera inn í þessu með eignarhlut ríkisins. Hver ber ábyrgð á eignarhlut ríkisins? Hver þið ákjörður þetta að fara eitthvað í klúður? Ráðherrann. Brynjar, mér langaði að nefna að þú skrifaði pistil í hérna á Pressuna fyrir dag. Þú hefur ægilega litla trú á þessu stjórnlagaráði, er það ekki? Nei, ég ætla ekki að tala illa það í sjálf og sér. Það var nú kannski eiginlega ekki aðal inntaki, bara þessi hugmyndafræði það að stjórnmálaflokka væri að hinu vonda. Já. Þetta var svona meira gjafarska með að ráða svona stjórnlagaráði. En auðvitað allt í lagi að hafa eitthvað svona ráð sem kemur með einhverja hugmyndir. En að fara að leggja þetta svona undir þjóðaratkvæði eða eitthvað slíkt, það líst mér illa. Þú heldur að það gangi ekki? Nei, það ofta að laga þetta heil mikið og sjálft að nota mikið af hugmyndum þarna og ræða þær. Já. En þetta gerist ekki með einhverjum svona hópi á 2 mánuðum að setja stjórnarskrá með þessum hætti. Mér líst ekki vel á þannig. En þessi hugmynd með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur er þetta skrítið vegna þess að eigum við þá að greiða atkvæði plaggið bara eins og það er í heild sinni, allar þessar síður. Eða þú veist, fáum við að, við þyrftum kannski að fá að geta fengið að veljum einhverjar ákveðna greinar eða því að hitt er dálítið svona, erum við þá, ef við samþykjum hitt plaggið, erum við þá búin að veita því öllu brautargengi. Maður veit gætna sjá A og B, en svo er þarna háið, nei, ég er ekki alveg sáttur við það, Ég held að þetta sé ekki sniðuga aðferð nema til að fá bara einhverja hugmyndir, skilur. Síðan þarf að vinna stjórnarskrá og mínar hugmyndir og stjórnarskrá eru ekki svona, ekki 33 greinar eða 30 greinar á mannréttindi. En ég er algjörlega ósammála þessu. Ég held nefnilega að það verði að greiða atkvæðum eins og þetta er. Og ég óttast það mjög að ef að pólitíkusar og einhverjir sem að þeir kalla í lið með sér fara að fikta í þessu, að þá er í raun og veru búið að ónýta þetta starf. En nú er komið fram þingsályktunartillaga fyrir bara nokkru síðan, þar sem er lagt til að þetta fari í þarna, hvað heitir hún sem nefnd, stjórn inn á Alþingi. Eftirlitsnefnd. Já, og hún hafi þetta mál til skoðunar og komið til Alþingi fá að ræða þetta og síðan farið í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða forsetakosningum á næsta ári. Og þá er væntanlega verið að tala um að þetta fari í heild sinni til þjóðarinnar. Mér finnst þetta í rauninni góð tillaga. Segjum það. Takk fyrir að koma í þáttinn, Ómar Sigursteinn, Þóra og Brynjar. Við fáum hér á eftir Styrmi Gunnarsson.